Guðríður Haraldsdóttir búin að skrifa sögu þína, bókin heitir Anna eins og ég og hún fjallar náttúrulega mikið það að þér fannst þú hafa fæðst í vitlausum líkama. Þú breytir kynin. Hvernig líður þér með þessa ákvörðun í dag? Mér líður rauninlega mjög vel með þetta, einfaldlega vegna þess að þetta var rétt ákvörðun hvað mig snertir. Ég ólst upp við þetta, það alltaf að má sé að leita sjálfri mér. Og það svo ekki fyrir en ég komin á 50 aldurinn sem ég loksins fæ einhver lausn minna mála. Og þá út í Svíþjóð. En það var ekki alvanalegt að gera þetta á þessum tíma? Ég var önnur manneskja á Íslandi sem að fór í gegnum þetta ferli. En ég anfram svo fyrsta sem að tjáði opinberlega þetta. En var mál að tala þetta opinberlega? Jú, heilmikið mál. Ég ætlaði mér aldrei að gera það en ég var á sínum tíma hafði ég verið að gagnrýna þáverandi stjórn samtaka transfólks í Svíþjóð fyrir það að það var engin málsvari félagsins út á við þegar það var verið að herja á okkur sem sagt út í samfélaginu. Og við gagnrýndum þáverandi stjórn mjög harkalega og það endaði sjálfsögðu með því að stjórnin af sér og ég þurfti að taka við. En hvernig voru viðtökurnar á þessum tíma? Það voru slæmar. Segðu mér frá hvað þess. Sérstaklega hér á heimas, má segja. Það var, má segja að margt yngra fólk tóku sig mjög vel, en eldra fólk, miðaldra fólk tóku sig gjarnan mjög illa og lengi að sætta sig við þetta. En það kom samt. Varstu atyrt fyrir þetta? Ég var atyrt, já. Ég var ekki oft lamin, en það kom fyrir. Kom það fyrir? Já. Já, hugsaðir. En finnst þér hlutirnir hafa breyst síðan þá? Það hefur gjörbreyst alveg frá því. Ég miða gjarnan við árið 2006. Þá voru orðin fleiri sem komu fram opinberlega á Íslandi og leið þá fann ég bara hvað allt breyttist í samfélaginu, í okkur dragsbóta. Ég veit að fyrir marga ertu hetja í mannréttindabaráttu, en ég skynjar það sjálf? Nei, ég er ekki hetja sem slík. Ég gerði bara það sem þurfti að gera. Bókin fjallar náttúrulega líka hvaðan þú kemur og þú ert alveg upp í Höfðaborginni sem var fátækrahverfi. Hvernig var að búa þar? Það var frekar lélegt. Þetta voru illa einangruð hús, hljóðbær og 6 íbúðir hverri íbúðalengju og það var talsverður drykkjuskapur þarna á mörgum heimilum. Við fórum ekkert varhluta af því frekar en annar börn hana, en svo voru ágætis og reglusamt fólk inn á milli. Kemur úr erfiðu umhverfi? Ég til svo vera, já. En þú ert mjög ung þegar þú verður faðir og eignast fjölskyldu. Já, 30 var ég búinn að eignast 3 börn. Fljótlega það gekk í gegnum skilnað og í framhaldi af því þá flutti ég til Svíþjóðar og hélt baráttuna áfram þar eftir misheppnaðar tilraunir til að fá áheyrn hérna heima. Þú lærðir vélstjórn og hefur unnið sem vélstjóri allt þitt líf. Já. Ég ætlaði mér ekkert að fara í þetta endilega frá upphafi en það æxlaðist svoleiðis að ég fór í vélskólann 20 og lauk skólanum og fór síðan til sjós eins og ég hefði verið fram að því. Og hvernig leið þér í svona þessu kalla umhverfi sem er á sjón? Mörguleyti leið mér vel á sjó. Þetta voru góðir félagar margir hverjir og það var gott að reyta til þeirra í þessu daglega starfi og það var ekkert út á það að setja. En einhvað síður að ég var verst innra með mér. Ég átti erfitt með að tjá mig við félagarna þessi mál og gerði það yfirleitt ekki. Hvernig finnst þér að fá sögu þína á prent með þessum hætti? Jú, þetta kýtla ekki að koma girndina, ég átta það alveg. En ég er ánægð með þessa bók í dag. Ég var hrædd við henni upphafi. Ég var martraðir hérna á tímabili í haust þegar áður hún kom úr prentun, bara af ótta viðtökunar. En það kom allt saman. Það var allt mjög jákvætt eftir að hún kom út. Hvernig líður þér að sjá svo myndina af þessum skeggjaða kallið þetta? Þessi kall, hann var ágætur, skal segja. Ég þekkti hann í mörg ár. Þessi mynd er tekið skömmu eftir að sonur minn fæddist, eldri sonur minn, 1977. Já. Og þá var þetta notað sem passamynd hjá mér í vegabréf. Seinni mynd var svo tekið 1995 eftir aðgerðina í Svíþjóð og af sænskum ljósmyndara sem tók hina myndun og reif hann í sundur og bað mig að halda í hana á meðan hann smelti af.